Komið sæl, kæru vinir og verið velkomin í Hlaðvarpið Söguskoðun. Hér eru við mættir aftur við félagarnir, Andri Jónsson og Ólafur Hersir Arnaldsson í Hlaðvarpið Söguskoðun. Komið sæl. Blessaður. Hvað segir Ólafur í dag? Ég sé allt gott bara. Ég að fullu í garðverkefnum þessa dagana, þannig að ég að slíta mér út í garðinum, planta og moka og hitt og þetta, þannig að það er skemmtilegt. Og svo náttúrulega undirbúa náttúrulega þætti líka. Já, hvað ertu að gera í garðinum? Ertu að gróðursetja það? Já, meðal annars. Og líka ég er nefnilega að vinna með svona hálfviltan garð. Ég hef ekki áhuga á því að vera með svona stílhreinan og fallegan garð með fullt af einhverjum plöntum eða blómum sem það hugsa mikið um. Ég hef ekki áhuga á slíku. Ég veit að það svona grófan og hálf svona náttúrulegan, hálfviltan garð og ég er að nota hérna líka svona hálfrotna trjátrumba og rætur og slíkt sett og hérna steina, grófa steina með mosa og okkur slíku og líka nota bara svona plöntur sem ég finn út í skógi, þannig að ég er svona hægt og rólega að mynda svona hálfviltan garð. Það er skemmtilegt. En svo er mikilvægt þegar maður skipuleggja garðina, maður þarf að deila honum upp í hólf, skipta honum upp í hólf og hálfgerð herbergi. Maður að plana þetta vel. Algjörlega, og það verður allt eftir líka hvernig sólin er og jarðvegurinn og hitt og þetta. Og svo notaru plönturnar og runnana til þess að gera eins og veggi í herbygginu. Já, það getur gert það. Og svo líka svona hluti af verkefni hjá mig síðan er að líka að setja upp svona rúnasteina og mismunandi. Ég er svona norrænt þema í þessu líka. Þú veit ekki með svona álfa hús. Það er leiðinni. Það er cool sko. Já. Svona torfbæir, litlir. Þetta er alltaf leiðinni. Þannig að það er svona hitt og þetta. Það er gaman að vera brast í þessu. Þú veit ekki með svona garden gnomes. Ég var eitthvað meira hallastæði verið með svona klassíska púka, svona gargoyles og þannig. Það er meira minnstíl. En það er svona erfið að komast í slíkt. Já. Einmitt. Þetta er nú ekki hlaðvarp um garðyrkju. Nei, það er það ekki. Herðu Ólafur minn. Hvenær heldur þú að fyrsta krossgátan hafi komið út? Svona, þið verið nú svona mikli sakfræðingar hérna í hlaðvarpinu. Já. Ég myndi skjóta 1800 eitthvað. Ég hef ekki hugmyndið það. Ég hefði auðvitað skotið á fornöld, sko. Já. Já. Fönikjumenn og Grikkir voru náttúrulega með svona fónetíst. Jú, og Rómverjar líka þetta. Já. Þannig að ég hefði skotið á fornöld, sko. Já, ok. Nei, bara þú veist, það er svona dótið svo gamalt alltaf, sko. Jú. Nei, það var 21. desember 1913. Nú, ok. Það var sérst krossgáta sem að birtist í dagblaðinu The New York World. Og maður sem heitir Arthur Wine sem er höfundurinn af því og það er leiðandi faðir krossgátunar. Og hún er aðeins öðruvís heldur en venjulega. Hún er svona demantslaga. Eða svona tígullaga og það er ekki neini svona svartir fletir eða neitt sko. Þú fyllir bara út í allstaðar. Og þetta er officially fyrsta krossgátan sem kom út og svo breytist hún um heiminn. Og hvað, ef þú myndir giska, hvað heldur þessi fyrsta orðið sem er í rúðu númer 1 í fyrstu krossgátu allra tíma? Það er góð spurning, ég veit það ekki. Britain eða eitthvað. Það er alltaf áhugavert að þið vorum að tala hérna í síðustu viku vald og ríkisvald og svona, það er alltaf áhugavert að fyrsta orðið í fyrstu krossgátunni er þess að vísbendingin er to govern. Já. Og lausnin er rule. Já, það fyndi, það er skemmtilegt. Og svo breytist þú út um heiminn og svo hafa menn í vel yfir 100 ár skemmt sér við það að leysa krossgátur. En það hefur alltaf verið þeim vandkvæðum háð að það hefur verið á pappír. Þannig að ef maður var með vitlaust orð þá vissi maður ekki hvort það var vitlaust sko. Og svo grípur maður nú yfirleitt alltaf það sem er hendið næst sem er nú yfirleitt penni. Finnum kannski eftir hvaða stað maður er og svo er ekki hægt að stróka út og þetta er alltaf eilíkt vandamál en þetta er nú ekki vandamál lengur því núna geta menn bara farið inn á ekg.is íslenska krossgátur og spila bara í tölvunni eða í símanum og ef orðið er ekki rétt þá bara kemst ekki áfram. Það er mjög þægilegt. Já, algjörlega. Það er gaman að vera brast í þessu. Já.
Já. En já, við erum hlaðvarpið söguskoðun sem fyrr og þetta mun vera þáttur númer 125 ef mér skjáttlast ekki. Við vorum hér í síðasta þætti að ræða saman raunsæjistefnuna eða realisman í alþjóða stjórnmálafræði sem hefur nú mjög svona sögulegar skírskotanir það hvernig ríki hafa hagað sér og málefni dagsins myndi ég nú túlka að væri nú kannski svona hálfgjört áframhald af þeim umræðum en þá ætlum við kannski líka, eða það allan að við hæfi að taka þá eftir realismanum vegna þess að mér finnst að eins og við komum að hér í síðasta þætti þá eru þetta svona tvær leiðir til að horfa á samskipti ríkja í nútíma allavega alþjóðasamskiptum eru svona þessi tveir stóru skólar, það er realismin og frjálshyggjan og samkvæmt frjálshyggjunni einhvern veginn að þá er svona má segja að það sé litið á það þannig að það sé til eitthvað objectively gott og eitthvað slæmt og að stríð eins og realistar segja að stríð sé náttúrulega hluti á stjórnmálum kannski ekkert góður hluti eða þú veist það er ekkert eitthvað sem er æskilegt eða óskandi en bara staðreyndin er svo og það er hluti af stjórnmálum og meðan idealistar myndu segja að stríð eigi sjálfsög ekki heima í stjórnmálum nema til þess að koma góðum og réttlátum boðskap eða markmiðum til leiða eins og til dæmis að sigra nasismann í seinni heimsstyrjöldinni en þú ætlaðir að segja okkur aðeins frá hugmyndasögunni í kringum réttlátt stríð og þetta er eitthvað sem ef mér skjáttlast ekki þú ert búin að vera að kenna svolítið í stríðsfræðunum Jú, ég er mikið að tala um þetta í stríðsfræðunum ég er náttúrulega að kenni mikið þetta siðfræði einu herstöð og þá komum við náttúrulega inn á þetta með réttlætt stríð og krakkandi náttúrulega þurfa líka að fara í gegnum hvað takja tíma kennslu í alþjóðalögum, hvað við kemur hernaði af því að í svona stuttumáli sem þá svona inngangur að þessu að þá er einmitt réttlátt stríð hugmyndin svona ráðandi hugmyndafræði í okkar samtíma og þá eru náttúrulega okkur andstuður eða þú ímyndu okkur að þetta sé skali og þá á öðru enda skalan sem náttúrulega þá friðastefna og það er til mismunandi útgáfur af friðastefnu en það getur verið allt frá algjöru friðastefnu þess að bara allt stríð, allt óðbeldi er að finna illa og afneitað og aldrei eiga sér stað, það eru einur öfgarnar og hinum endanum er þá stríðshyggja, einhvers konar militarismi og þetta til líka mismunandi útgáfur af því en þar sem að stríðið er kannski haft í hávegum og þú stríðið er jákvætt og flott og við sjáum til þess kannski fasismannin með dæmi það hafa holt fyrir þjóðina að fara út í stríð og blæða hans á vígvellunum og vinna og slíkt og þarna á milli sem kannski svona nokkurn veginn hvað maður segja meðalvegur er þá réttlátt stríð hugmyndin og svo hugmynd á sér náttúrulega fornarætur allt aftur til fornaldar og þátturinn í dag þá fjallar þá sögu hvernig þessi hugmynd réttlátt stríð þróast hægt og rólega allt frá fornöld þá, hvað við segja kannski Aristoteles og Cicero og til dagsins í dag það er mjög áhugaverð saga og þetta er náttúrulega eitthvað sem er algjörlega eitthvað sem snertur okkur í dag að því við sjáum þetta auðvitað bara í þeim stríðum sem er gangi núna Úkraínustríðið, Íransstríðið og alþjóðalög og hvernig þau eru að því þau alþjóðalög og lagaumhverfin er náttúrulega afleiðing þessarar hugmyndasögu Algjörlega, við lifum í heimi núna það sem að samkvæmt teóríunni eða samkvæmt lögunum eða eins og það á að vera að það átti ekki að fara í stríð nema að það sé einhver réttlát ástæða til þess og það er hægt að gera það með því að fá leyfi frá öryggisráðinu til dæmis eins og gert í Afganistan eða þá það er hægt að gera það með því að þykjast að það sé preemptive eins og til dæmis Bandaríkjamenn sögðust vera að gera í 12 daga stríðinu í Íran í fyrra en það er mjög umdeilt og þeir reyndu að færa rauk fyrir því að það væri til að koma í veg fyrir það að Íranir væri að fara að ráðast á þá en það er allavega svona að vera að reyna að klæða það í búning síðan getur þetta tekið önnur dæmi eins og innrásin í Írak 2003 sem þetta var ekki lögleg innrás samkvæmt alþjóðalögum en hún var þá til þess að framkvæmana var hún þá klædd í
í búning réttlætis að hér væri verið að fara gegn einræði og hættulegu ríki með gjöreyðingavopn. Að því eins og þú segir náttúrulega í rauninu sko það er rauninu bara tvenns konar stríð sem þannig séur lögleg í dag og það er eins og þú nefnir með löggildingu frá öryggisráðinu sem mjög erfitt að fá og hins vegar þá náttúrulega varnarstríð sem því þá annar aðalinn þá háréttlátt stríð en hinn ekki og svo líka það mjög lofið og mjög umdeilt í alþjóðalögum í dag en það krafan að verja mannréttindi sem sagt duty to protect og þetta nefnilega ný hugmynd en til dæmis Rwanda og þjóðmorðið í Júgóslavíu svona atburði hafa náttúrulega ítt undir það að alþjóðasamfélaginu finnst og sérstaklega alþjóðasamfélaginu vestrinu finnst þá sérstaklega það vera svona skuldbindning alþjóðasamfélagsins að verja þá og stoppa mannréttindabrot annars staðar. Þetta náttúrulega rosalega umdeilt vegna þess að því ekki til að stinga út í stólinn og reyna að horfa fram hjá því en til dæmis að þú nefndir Íraks innrásina 2003 stór hluti af hinnu alþjóðlega suðri eða þriðja heiminum eða hvað við kalla það líti nú Úkraínu stríði sem bara mjög svipað stríð og innrás Bandaríkjanna inn í Írak og það er þess vegna sem að stór hluti af þriðja heiminum lítur á þetta sem algjörlega hræstni að vestrið sé svona á móti Úkraínu stríðinu og stiði svona við baki á Úkraínu og svo þetta sko náttúrulega myndu realistar að segja að benda á það að þetta sé allt gott og blessað að menn sé að nota þessar stofnanir og nota þessa orðræðu en svona þegar öllur á botni hvort og þá það öryggishagsmunir sem ráða og þess vegna til dæmis þótti vestrinu eðlilegt að grípa inn í Bosníu þegar var þjóðamorð þar en svo var nú kannski eitthvað minna það í Rwanda einmitt tók langan tíma það er mjög góð punktur og síðan verði bara skjóta að því það er svo áhugavert að því eins og með Júgóslavíu stríðið líka með hagsmuni það er heldur ekki tilviljun að Þýskaland studdi Króatíu og að Króatíu og Slóvenía síðan eru hluti af Evrópusambandinu í dag og meðan að Serbar og Bosníu-Hersegóvína og Svartfjallalenda er ennþá utan og meðan hinn íslamski heimur studdi út af Bosníu-Hersegóvínu og Rússarnir studdu Serbíu en Rússarnir eftir fall Sovétríkjanna voru bara svo veikir að þeir gátu ekki gert neitt Nei, mitt, þannig að þú ert að tala að þarna sérðu stórvelda dansinn hagsmunina í baki og svo þetta náttúrulega var þetta enginn sem að greip inn í þjóðmorðið á Gaza með að gera innrás í Ísrael til dæmis til þess að stoppa það til dæmis enginn sem stakk upp á því enginn sem stakk upp á því, nei og það er náttúrulega líka það sem erfitt náttúrulega við þessi mannréttindahugmyndi að mannréttindin eiga bara við þegar það hendar það er svolítið þannig orðræðan í vestrinu þú veist, það er af hverju ekki verið að grípa inn í Súdan til þeim Suður-Súdan þú veist, af hverju ekki verið að grípa inn í Darfur af hverju ekki verið að grípa inn í Mali Kongo það er ennþá allt í bóli Jemen, þú veist, það er margir staðir þeir gripu náttúrulega inn í Sýrlandi til þess að koma Assad frá og þeir gripu inn í Líbíu til að koma Gaddafi frá Já En við ætlum að ræða þessum réttlátt stríð að því að líka ef við lítum aðeins líka á svona grundvallar hugtök þá er líka mjög mikilvægt að gera sér grein fyrir því að það er sér ákveðið tvískipting þegar talað réttlátt stríð og það er sér annars vegar þá jus ad bellum eða sér þá rétturinn að stríði eða sér það hvað lög eða hvað reglur gilda áður í stríði breyst út það er þá til dæmis þetta hvenær máttu fara í stríð til dæmis til þess að verja þig eða til dæmis ef öryggisráð Sameinuðu þjóðanna veitir löggildingu og áður fyrir auðvitað þá voru aðrar reglur og við ætlum að tala þær en svo er hitt aftur móti það er jus in bello eða þetta reglurnar sem gilda í stríðinu eða þetta reglur í stríði, rétturinn í stríði og það er algjört grundvallar atriði að það sé til staðar því þetta eru tveir mismunandi þættir og til dæmis ef við tökum Úkraínustríð sem dæmi þá er náttúrulega ákveðna reglur sem stýra því út að hvort að stríði var réttlátt eða ekki og þá
auðvitað samkvæmt alþjóðalögum að þá náttúrulega innrás Rússa óréttlátt stríð, ólöglegt stríð varnarstríð Úkraínumanna réttlátt stríð en það skiptir samt í þannig sé raunverulega ekki máli síðan fyrir hermennina hvort að stríði sé réttlátt eða ekki því það eru aðrar reglur sem gilda þá þannig að og það ástæðan fyrir því náttúrulega ef stríðið óréttlátt eins og fyrir rússneskan hermann hann þá afbrotamaður og ef þú stimplar hann samkvæmt alþjóðalögum að hann sé afbrotamaður að berjast og há ólöglegt stríð ætlar þá að draga hann til saka eftir stríðið ef svo verður raunin hvernig þá þessi hermaður að fara að haga sér í stríðinu þannig að þess vegna þessi tvískipting að skiptir ekki máli hvernig stríði byrjaði það eru aðrar reglur sem gilda í stríðinu og það náttúrulega líka til þess að takmarka blóðsútfellingar og viðbjóðinu þetta í stríðinu eins og við sjáum til dæmis í seinni heimsstyrjöldinni það náttúrulega heimur að hafa á milli þess hvernig Þjóðverjar höguðu sér í Austur-Evrópu gegn Sovétríkjunum sem ekki hefur skrifað undir Genfarsáttmálann og hvernig þeir höguðu sér í Vesturlönd til dæmis gegn Frökkum og Bretum og Bandaríkjamönnum þó við komum inn í þetta líka allan að kynþáttahyggju og allt slíkt en þetta nefnilega mjög mikilvægt þannig til dæmis hermaður getur verið að berjast í ólöglegu stríði en hann samt ekki dæmdur fyrir það samkvæmt alþjóðalögum í dag þess vegna mjög mikilvægt að gera sér grein fyrir þessu Nei, en það kannski ber heldur hermaðurinn kannski ekki ábyrgð á því að það ekki honum að kenna að það braust út ólöglegt árásastríð Nei, einhver ungur bóndastrákur frá Síberíu hefur náttúrulega ekkert það að segja hvort að Rússland sé að fara ráðast inn í Úkraínu eða ekki nei. Hann náttúrulega bara kallar inn í stríðið og sendur fram og getur ekkert í því gert Nei, það er mitt Já. En þetta allavega grundvallaratriði í alþjóðarétti í dag Og svo náttúrulega það sem mér finnst náttúrulega sérstaklega áhugavert það náttúrulega hugmyndasagan hugmyndasagan er svo undirgrein sögunar sem ég brenn mest fyrir og þá er svo áhugavert að sjá hvernig hugmyndirnar hægt og rólega mótast og formast og hvaðan þær koma og til dæmis þessar hugmyndir eru gegnum sýrðar af þessar kristnu arfleifð það er náttúrulega fyrst og fremst síðan guðfræðingar sem mótuðu þessar hugmyndir á lok fornaldar og fram að og í gegnum miðaldir en samt aðeins fyrir þá getur við að byrja á því að líta til eins og Aristóteles það er kannski Aristóteles það er ekki að segja að hann hafi mótað hugmynd réttlátt stríð hvað það gerði hann ekki en hann myndaði sér þetta ákveðnar svona hugmyndir sem voru síðan nýttar eins og til dæmis þegar hann að tala hvað borgríkið þess að polis sem polis þýðir náttúrulega bara borg politics kemur náttúrulega af því hvers konar eining þetta almannahagsmunir hugrekki lög og reglur ýmsar svona hugmyndir að því náttúrulega í gríska samfélaginu gríska borgarsamfélaginu var þetta stríð eðlilegur hlutur eins og í fornöldinni en það er það sem er svo áhugavert í sögu mannsins að það gerir maður kannski fyrst og fremst á nýjöld sem að koma fram hugmyndur að stríð sé óeðlilegt og það sé eðlilegt að það sé friður fram að því hafi alltaf verið einhvers konar ekkert endilega að sé alltaf stríð en friðurinn er meira undantekning en hitt en það er þá kannski fyrst og fremst Cicero sem er svona fyrirrennari þessara hugmynda réttlátt stríð þar sem hann til dæmis talar fyrir því að það er ákveðnar svo grunnhugmyndir og þessar grunnhugmyndir felast til dæmis í því að þetta verður að vera eitthvað almennt það er ríkisvaldið sem lýsir yfir stríði það getur ekki verið að einstaklingur sé að hefna sín það er ekki lögmætt ástæða það verður að vera lögmætt ástæða fyrir því þannig að til dæmis Júlíus Sesar var sakaður það að hafa hafið persónulegt stríð gegn göllum og Cicero náttúrulega gagnrýndi Sesar alveg grimt og þeir náttúrulega voru pólitíski andstæðingar og það er líka raunveruleikinn að Júlíus Sesar lýsti yfir stríði gegn göllum og hóf þennan herleiðangur sinn þar sem hann myrti síðan beint og óbeint kannski 1/4 kannski 1/3 af öllum íbúum þess sem er Frakklandi í dag hryllilega þjóðmorðu og braut á bakaftur þetta land og þetta var á skjön við rómverska rétt því Rómverjar voru náttúrulega mjög uppteknir af lögum og rétti
og til dæmis var það þannig að það var ákveð ritual sem þurfti að fara í gegnum áður en stríðið var lýst og til dæmis voru Rómverjar með sér svona landsvæðis að lítinn skika rétt fyrir þetta Rómaborg þar sem að nokkur skonar við getum kallað svona rómverskur prestur hélt að skikanum þá fór í gegnum eitthvað ritual og kastaði síðan spjóti á þetta landsvæði og lýsti við stríði og það því að sko gamla hugmyndin var það sko áður Rómaveldi var orðið svona stórt að þá var farið að landamærum Rómar og það var verið að fara að berjast á Sabínum eða einhverjum nágrunum og það var spjóti kastað yfir á landsvæðið og lýsti við stríði svona formleg stríðsyfirlýsing og það þurfti þetta að vera með senatíð og vera með elitun á bakvið til þess að geti lýst yfir stríði og þetta náttúrulega hluta því sem auðvitað síðan feldi rómarska lýðveldi var að einstaklingu voru það upplýðar þeir góti lýst yfir stríði sjálfur eins og til dæmis Júlíus Sesar gerði og var síðan vell auðugur og svo kom hann með þá her sem hann byggði upp persónulega og notaði hann til þess að fella lýðveldið þannig að þú verður að hafa rétta löggildingu Cícero talaði það líka að þetta ætti að vera góð ástæða fyrir stríðinu og það ætti að vera réttláta ástæða fyrir því það mætti ekki vera græðgi og stríðið ætti að vera til þess að koma á friði og réttlæti aftur og svo talaði hann einnig það að hvernig maður ætti að haga sér gagnvart óvinunum og þá ertu eiginlega farin að nálgast svolítið svona þessar nútíma reglur sem þú talaður einnig upphafi algjörlega en það svo áhugavert og sérstaklega sjáum við það allir með sig í Evrópu þar sem hefur verið mjög róstusamt og mikill hernaður að mjög snemma þá þróast ákveðnum svona reglur hvað eðlilegt og hvernig eðlilegt að haga sér og hvernig ekki þetta eins og til dæmis við sjáum líka þetta á Íslandi til dæmis á miðöldum ég man svo vel eftir mér var svo sérstaklega þegar ég var að lesa það fyrst Íslendingasögur og lesa þessar húsbrennur þegar menn voru brendir inni og mér svo skrítið hvernig það gætt gerst því ákveð varst ekki með menn á Varðbergi og meira undirbúin en síðan auðvitað áttaði maður setna mér að þetta var algjör undantekning því þú hagaði þér ekki svona Þú veist, þetta var svo hryllilegt grimmdarverk og þetta var svo mikið andstig og þetta var svo mikið ómennska að þú brendir ekki fólk inni í bæ og þess vegna náttúrulega þetta algjör undantekningar síðan í sögunni þegar þetta var gert þegar þú hagaði þér á þennan hátt einmitt og rétt eins og bara ýmis önnur ódæði sem hafa verið framinn því snemma og komu fram reglur og svo voru það reglur mjög misjafnar eins og ég man þegar við vorum að tala allir með síðan Napóleon þættinum þegar Napóleon var í Egyptalandi þá var það mikið sjokk fyrir hermenn Napóleons að upplifa það að vera nauðgað af bedúínum og örbum því það var eitthvað sem var búið að leggja staf á meðan til dæmis í fornöld var það eðlilegur hluti af hernaði fornaldar að hermenn nauðguðu þá öðrum hermönum sem tók til fanga sem síðan eitthvað sem hverfur úr hernaði Evrópu á miðöldum og svo þetta meðhöndlun á föngum og annóta hvítt flagg til að gefast upp og það gildir og reyndar áhugavert ég var á fyrirlestri daginn á ráðstefnu þar sem hann var að tala sem sagt eyðimerkurstríðið í seinni heimsstyrjöldinni milli Þjóðverja, Ítala og Breta og Bandaríkjamanna og hann var yfirskriftin var að það hefur verið svona mýta eða svona hugmyndin þetta stríð að það hefur verið svona gentleman's war samanborið við margt annað í seinni heimsstyrjöldinni þetta er líka þessi sterk kannski þessi mýta líka þú veist Rommel og svona skilur hann var svo mikill gentleman en hann var að afbyggja þetta og að segja allir Ítalir stunduðu það að veifa hvítum fána og þykjast vera að gefast upp og veifa hvítum fána og koma með hendurnar uppi og ráðast svo fram og skjóta sem að þótti mjög náttúrulega barbarist hjá þessum herramönnum algjörlega en þeir gerðu þetta og þá var það til þess að bandamenn svöruðu með því að taka ekki fanga og voru þá að gefa út skipanir að ekki taka fanga heldur bara drepa alla sem að var þá til þess að
það eru óþarfa blóðsúthellingar þannig að svona reglur á vígvöllunum eins og þú veitur kannski svo varst að segja áðan þetta reglurnar á vígvöllunum þetta eru til þess gerðar að minnka öfgarnar á vígvöllunum einmitt, já og bjóða upp á svona valkosti að til dæmis geta gefist upp eða og svo framvegi sko já, en þetta auðvitað sem við tölum mér finnst nú margt hérna við höfum talað áður svo til dæmis hérna þegar við tölum Japan hérna fyrir mörgum árum síðan já þá var einmitt þetta hvað bandarísku hermennirnir voru gáttaðir á því hvernig japansku hermennirnir hegðuðu sér sko já með alls konar svona dirty trick sko sem voru ekki fela handsprengjur á sér og þykist gefast upp og hitt og þetta já það var mikið sjokk einmitt og eins og tölum þá þetta því Japan alltaf hafði ekki þessa sömu stríðshefð á Evrópa já einmitt þannig að þessar hugmyndir voru til í fornöldinni og Grikkirnir, Rómverjarnir þeir auðvitað líka eins og þetta með þú veist siðmenning og barbarar og svona það kannski var eitthvað element í því að það væri ákveðin réttlæting í styrjöldum við barbara og kannski aðra reglur giltu önnur grísk borgríki kannski, getur það ekki verið? Já, til dæmis sjáum við það í döðaræsingum og krossfestingum ekki minnst að til dæmis að því Rómverjar eru náttúrulega uppteknir af því hverjir voru siðaðir og hverjir voru ósiðaðir og til dæmis var rómverska borgara var ekkert að krossfesta þú gerir það ekki, almennt það gerist ekki fyrir en held ég við lok fordaldar þá breytt þetta eins en til dæmis á tímum Cíceros var það óhugsandi því þú krossfestir bara þá sem voru villimenn, þrælar og eitthvað svona óþjóðar líður samanber, frelsarinn en já, því það ekki búið að koma á rómverskum ríkisborgararétti í Rómaveldi á þeim tíma. Nei. Það kom seinna. En það kemur mikið seinna. Er ekki með honum Caracalla? Það er mann rétt. Já. En allavega hana. Og þetta allir með segja þetta hefur áhrif síðan á kristindóminn og því ég náttúrulega nefndi Jesú að það sem geristu þetta síðan er að fyrstu ár kristinnar, þá þetta kristin menn algjör minnleitahópur, ofsóttur jaðir í samfélagsins og svo náttúrulega eiga sér stað ótrúlega hlutir sem leiða til þess að hægt og rólega verður kristin að ríkistrú og þá standa menn náttúrulega frammi fyrir þessu vandamáli sko. Hefur kristin maður rétt á að drepa geta kristin með þjónað í hernum Kristinn keisari, getur hann beitt hervaldi eða ekki og þá getur við sagt að komið fram mikilvæg persóna í honum Ambrosiusi af Mílanó sem var svolítið svona við getum kallað hann líka svolítið svo lærifaðir Ágústínusar og hafði gífurlega áhrif á Ágústínus en hann sem að byrja þá að velta fyrir sér þessu spurningum og aðlaga það svolítið breyttum tímum þar sem kristnin er það orðin ríkistrú og er þetta styrkjast í sessi og svo er þetta fleiri líka Origenes í Alexandríu og líka vinna með þessar hugmyndir en þá þetta hangir saman við munin á barburum og ekki barburum að því að þeir eru að vinna út frá samtíma þar sem að sko keisaraveldið, Rómaveldið er að miklu orðið kristið og er þá að verja sig fyrst og fremst gegn heiðingjum utan þannig að Ambrosius þegar hann er að færa rök fyrir því að kristnir geti þjóna í hernum hafi rétt á að verja sig og sína þá tengir hann það auðvitað við siðfræðina og þörfin á að verja sko lítilmagnan, verja þá sem gátt ekki varið sér sjálfur og allt slíkt en hann er samt alltaf að hugsa það sem svo að þetta eru þá kristnir hermenn að verjast heiðingum að þau auðvitað verður sem er spurningin allt önnur þegar það eru kristnir menn gegn kristnum mönnum eins og til dæmis ef við hugsaum okkur fyrir heimsstyrjöld eða 30 ára stríði eða miðaldir þess vegna En þetta er samt svolítið svona ákveðið stefið þetta frá Rómverjum eða frá í fornöldinni sem við talum áðan þú veist, siðaðar þjóðir versus siðaðar þjóðir eða sko siðaðar þjóðir við barbara gilda aðra reglur og svo eins og með heilugu stríðin sko, þú veist, kristinmenn á móti heiðingjum gilda aðra reglur heldur kristnir menn við aðra kristna menn og þú getur sagt þá líka að þú tekur nútíma stríð
að vissuleiti hafi það gilt aðra reglur sko á milli, ég meina eins og hvernig menn höguðu sér á Vesturvígstöðunum í seinni heimsstyrjöldinni sko, virtust gilda aðra reglur gagvart bólsevikum sko, eða kommunistum eða slöfum eins og maður sér í hugsunarhætti nasista í seinni heimsstyrjöldinni. Og svo sjálfsögðu þetta líka evrópska þjóðir inn á milli sín versus þegar þær eru í nýlendustríðum. Algjörlega. Og svo líka við tökum kannski mjög nærtækt dæmi sem er mjög áhugavert og það er stór spurningumerki við. Það er Afganistan. Því þegar Afganistan stríðið byrjar, þegar ráðist inn í Afganistan 2001, þá eru talibanar sem ráða Afganistan og eru lögmætt ríkisvald. Þannig að það er talibanar sem eru ríkisstjórnin og samkvæmt öllum alþjóðarétt og allt það. Við getum sagt að við viljum talibana, en ok, þeir eru réttmætir leiðtogar ríkisstjórnlandsins, allt það, ok? Og þeim er síðan steypt, tapa stríðinu og svo er sett á lakinu þetta leppstjórn, ok? Og talibanar berjast síðan, en talibanar missa þá löggeldingu sína og hermenn talibana hætta þá að vera, hvað var að segja, hermenn sem falla undir Genfarsáttmálann með ýmsum réttindum því fylgir og verða að hryðjuverkamönnum, skæruliðum eða hvað viljum kalla þá. Og þá farið með og allt öðru sem samkvæmt alþjóðarétti, þá hafa þeir ekki rétt á að taka þátt í stríðinu, þannig að það er að fara með þá sem glæpamenn. En hvað gerist síðan? Bandaríkjamenn draga sig út frá Afganistan, leppstjórnin fellur, talibanar taka aftur við völdum og eru lögmætt ríkisvald Afganistan í dag. Og þá er spurningin, ef við horfum líka aftur í tíman, voru þá þessir hryðjuverkamenn eða skæruliðar, voru þeir þá ekki lögmættir eða löglegir hermenn alla tíð, eða ekki? Yes, ég veit það ekki og ég ætla alþjóðleginu til þess að komast fram hjá þessu, þá nota þeir núna orðið sko kombatant sko. Jú, menn reyna það. Sá sem er aktíft í stríðinu, vopnaður, hann gildir hann eins og hermaður sé. Já, stundum, en ekki alltaf. Þetta eru þess að viðbætur við Genfarsáttmálann sem komu eftir stríðið, var það ekki? Jú, allan viðbætur og svona. En það er samt með þetta og alþjóðarétturinn er ekki með svar af þessu. Ég man eftir þess að mér var svo áhvert að það var lögfræðingur sem var að kenna okkur, þá sett lögfræðingur í hernum sem notaði þetta dæmi og hann viðurkenndi að hann hefði ekki svar við þessu. Hvort að þeir hefði verið lögmættir hermenn þá eða ekki. Hvað er lögmætt stjórnvöld? Það er náttúrulega líka spurning, hvað er lögmætt stjórnvöld? Það því ég meina talibanar tóku sér náttúrulega bara valdi í Afganistan í bæði skiptin í rauninni. Já. Þeir voru ekkert kosnir og samkvæmt lýðræðislegri stjórnarskrám. Nei. Þeir voru heldur ekki með einhvern ævafornan konungsrétt. Það var heldur ekki kommunistaflokkurinn í Kína. Nei, og þá getur auðvitað sagt að eins og Bandaríkjamenn gerðu langt fram eftir á 20. öldinu auðvitað, við kenndu náttúrulega bara Tævanstjórnina sem lögmætt stjórnvöld. Já. Stalin við kendi ekki lýðræðislegu kosnu stjórnina í Finnlandi sem lögmætt stjórnvöld, sagði leppstjórnin sem hann ætlaði að proppa upp væri löguleg stjórnvöld, þannig að það er kannski líka ákveð skilgreiningaratriði hvað menn segja. Já. Það sé lögmætt stjórnvöld. Og þetta hefur náttúrulega feikið áhrif auðvitað síðan á stríð og hverjir geta hafið stríð og hvernig þið farið með stríðsfanga og svona. Og Bandaríkjamenn hafa náttúrulega skilgreint hinn og þessa menn sem getur verið skilgreintir sem hermenn og þá er ákveðin rétt á vernd samkvæmt Genfarsáttmálanum, þeir hafa skilgreintar á sem hryðjuverkamenn og þá og glæpamenn þá og þess vegna haldið til þess í Guantanamo. Þetta er auðvitað fyrir eftir. Það er enn þó held ég yfir 100 menn. Já, en þetta er auðvitað alveg. Þú sér líka bara svo vissi stjórnin í Fraklandi sem að þetta var lögmætt stjórnvöld þannig séð. Já. Stjórnarskrálega lögmætt stjórnvöld en bandamenn viðurkenndu það ekki. Og stuttu frekar de Gaulle sem var þá í rauninni uppreisnarmaður eða þú veist renegade eða hvað maður að segja. Já. Þannig séð, lagalega séð. Já. Lagalega séð, já. En aftur þá að þessar hugmyndasögu, þá náttúrulega er Ágústínus sem er alveg svona grundvallar, hvað við segja, einn af, kannski ekki kalla hann föður þessara hugmyndur réttlátt stríðin, allan einn af þessu svona grundvallar, þessar mikilvægustu aðilum sem mynda þá
mikið á svona kjarna hugmyndum þessa fyrirbrigðis af því að málið eru auðvitað, við erum náttúrulega að tala um svo flóki fyrirbrigði eins og allt þetta laga umhverfi í kringum þetta hvað réttlátt stríð og þetta náttúrulega eitthvað sem ekkert verður bara til allt í einu, þetta fyrirbrigði sem myndast hægt og rólega yfir, já það sem við getum sagt í rauninu kannski 2400 ár en þetta með hann skrifar þó ákveðum grundvallar atriði svo til dæmis hann lítur á stríð sem afleiðing syndarinnar og syndafallsins og maðurinn sé þetta ber syndugur og syndug vera sem þá gölluð og segja svona skemmtur einstaklingur sem þarf sé að ná drottins til þess að geta frelsast og þetta til dæmis stef sem gegnum sýrur síðan öll alþjóðastjórnmál allt fram til okkar daga því eins og við vorum að tala þá í síðasta þætti við getum í rauninu sagt sko að grundvalla munurinn til dæmis á realismanum og liberalismanum þá raunhyggjunni og frjálslindunni það mannfræðin maðurinn í grundvallaratriðum góður eða hann frekar vondur eða þú veist á hvort leggur meira áherslu á ertu Hobbes sem lítur á þetta ofbeldisfulla villidýr sem maðurinn og þess vegna þarf að koma á ríkisvaldi sem hemur mannin og beislar mannin eða eru við í draumorum Rousseaus að maðurinn jú fæddur góður en það bara samfélagi sem spillir honum þannig að við þurfum að breyta samfélaginu og þá sjáum við líka allir með kommunisman og sósialisman og sósialdemokrati og allt það snýst líka það að maðurinn í raun og veru góður hann þarf bara góðar stofnanir eða byltingu eða eitthvað til þess að brjótast fram þannig að þetta góða getur komið fram Nákvæmlega á meðan íhaldið það alltaf hinum með sko, nei, við þurfum að beisla mannin þú þarft að hafa lögareglur það þarf að vera konungur eða það þarf að vera kosin forseti og það þarf að vera öflug lögregla og allt þetta og þannig að þetta eru stef sem við erum ennþá að glíma við í dag og þess vegna Ágústín svo áhugaverð því hann skrifaði svo mikið þetta á sínum tíma já. En það Ágústínus, bara síðasta setning Ágústínus er náttúrulega einn af þeim einstaklingum í sögun sem hafa haft eitthvað mest áhrif á okkar samfélag Nei, það áhugavert bara þetta eins og við tölum þetta síðast þetta með hvernig þetta tvöfalda líki mannsins sem annars vegar að vera þetta dýr sem að kemur bara úr frumskóra ástandinu en svo erum við líka með þetta mennska eðli og það einhvern veginn alltaf þessi barátta það sko, hvað eru við og þú veist og þetta gengur í gegnum alla þessa hugmyndasögu og mjög áhugavert og þú veist, þetta bara í þessum fornu textum sko, eins og bara sagan aldingarðin Eden og þú veist, Adam og Evu hvernig þau breytast frá því að vera saklaus dýr sko yfir í að vera manneskja sem með frjálsan vilja og þarf að taka frjálsar ákvarðanir og getur freistast og þarf að bera ábyrgð á sínum gjörðum og svo framvegis einhvern veginn, þetta svona við erum alltaf að díla við þessa spurningu hvað að vera mennskur sko Algjörlega og þess vegna til dæmis að þjótt að tala þetta svo áhvert að skjóta einu sem Ágústínus það fræg saga í bókinnans Borg Guðs þar sem hann að rifja upp það með ungur strákur og klifrar sig þetta yfir múr til þess að stela perum og ég man ekki hvort hann hafði meira að borða perur en hvort hann hafði bara stólið til þess að stela þeim bara svona strákapör eitthvað og þá hann síðan að velta fyrir sér einmitt þessum frjálsa vilja og þetta fyrirbrigði sko að þú veist kannski hvað rangt, þú veist hvað vont, hvað þú átt ekki að gera en þú gerir það samt og þetta til þeim stef sem náttúrulega grundvallar atriði til þess bara í dag alkoholistinn veit að það ekki gott að drekka og vill kannski ekki drekka en gerir það samt og þessar hugmyndir til Ágústínus og velta þessu fyrir sér að vita hvað rétt og rangt samt velja það sem maður vill ekki velja þetta var alveg á skjön við til dæmis grísku spekina sem líti alltaf svo á að já, þetta bara vanþekking einstaklingun mun alltaf velja gott en veitur raunverulega hvað gott sem alltaf mikið einföldun af því hversu oft vita menn ekki alveg hvað gott en velja það samt ekki vegna þess að það er svo margt annað sem kemur inn í þetta og hann var skrifaði svo mikið allan á svona hluti sem hafa verið síðan komið fram í hinum á þessum stefnum í dag þess vegna svo rosalega áhugavert hvað hann var brautryðjandi en það bara mikið af hugmyndasögu mannsins á rætur rekja til Ágústínusar og hann nú minna þekktur en margir aðrir hugsuðir Já og ég held þú getur alveg sagt að hann svo kannski mikilvægasti
maður sem haft mest áhrif á hvernig við hugsum í dag sem flestir vita ekkert Já, að skilja hvað við, þú veist þessi sem óþekktasti já, frumur algjörlega eins og til dæmis hann skrifaði mikið tíman á sínum tíma, hvað tíminn? Já. Fortíðin liðin og ekki til lengur, framtíðin hefur ekki átt sér stað og hún ekki til heldur og nútíminn eitthvað sem bara alltaf að gerast hverfur, jafn óðum og það að gerast þú veist, hvað eiginlega tíminn? Hvað þetta? Og þá líka, þú veist, að við upplifum tíman sem eitthvað degin og þá allir með þetta það fyrirbrigði til þess að hver og einn upplifi tíman sem eitthvað einstakt það til þess að þetta alveg stef sem á síðan eftir að koma mikið fram setna meir í sálfræði og existentialismanum og hinu og þessu og ekki minnst líka því hann skrifar svo mikið líka sjálfið en það í sjálfsæfisögu sinni var hann mjög brautryðjandi að tala þetta þennan innri heim, þetta innra líf og til dæmis allar þessar sjálfshjálpar menning sem við búum við í dag og svona sjálfsræktun og allt hvað við nú kalla þetta alltaf með eitthvað sem hægt að rekja til hans, ekki að það hafi verið markmið hjá honum en að setjast niður og skrifa sinn svona innri tilfinningar og hugar heim var náttúrulega einstakt fyrirbrigði í fornöld og alveg einstakt og hann einn af þeim mönnum sem við kannski vitum mest úr fornöldinni. Já, en hann talaði stríð að það ekki væri hægt að hafa löglegt stríð Já ef það hefur friðað markmiði Já og hann náttúrulega við náttúrulega líka hafa í huga náttúrulega hvenær hann að skrifa hann náttúrulega að skrifa á þeim tíma sem Vestrómarska ríkið að falla og hann til dæmis lifði fall Rómar 410 þegar borgið var brennd Já. og það náttúrulega hafði þetta gífurlega áhrif á hann að hann lifur auðvitað heim á tímum þegar ríkisvaldið að brotna saman hægt og rólega einmitt. Þannig að hann einmitt að leggja áherslu á það að það verður að vera auðvitað lög og reglur en það sem er áhugavert að hann réttlætir stríðið en það verður náttúrulega að stríðið verður að þjóna ákveð markmiðum náttúrulega eins verður að vera friður það verður að vera auðvitað réttmætur aðili sem lýsir yfir stríðu og svona en það verða líka að vera ákveðin gildi sem stýra stríðinu eins og kærleikur til dæmis þú ert að berjast vegna þess að þú elskar náungan sem þú vilt passa og elskar lítilmagnan Þetta er mjög svipað og Cicero var að tala samt Já, þannig að þetta er auðvitað litað af Cicero nema bara að hann bætir auðvitað við öllum þessum kristnu gildum Cicero er nákvæmlega sama kærleik hvað að segja fátæklingana, þrælana þú veist, hann náttúrulega bara rómverskur aðalsmaður hann var á toppnum í hierarkíinu það var ekkert jafnrétti á honum á meðan Ágústínus var auðvitað að skrifa sem prestur og biskup litaður af þessum kristna kærleika og það er auðvitað líka mikilvægt að hafa í huga að Ágústínus gerir náttúrulega stríði alls ekki að einhverju góðu stríði gæti ekki verið gott og eins til dæmis, hann færir ekki rök fyrir því að stríði geti verið heilagt það var mjög fjarlægt en það var þetta að líta á stríði sem nauðsynlegan harmleik kannski Já, nauðsynlegt verkfæri Já og það sem að næsta stig nú ætlum við að hlaupa þetta mjög hratt yfir sögu en næsta stig og það sem er kannski eitt mikilvægasta breytingin í þessu það er síðan auðvitað Thomas Aquinas sem tekur við en þá erum við að tala á miðaldir og hann í sínu riti Summa Theologiae þar setur hann fram þessa klassísku hvað kallum við þetta kriterjur fyrir stríði réttlátu stríði Já, fyrir réttlátu stríði það er algjör grundvallaratriði að það verður að vera löggilt ríkisvald sem lýsir yfir stríði einstaklingu getur ekki lýst yfir stríði Íslenska ríki getur lýst yfir stríði eða Akureyrarbær getur ekki lýst yfir stríði nei. Svona fyrirbrigði eða ríkasti maður Íslands hver sem hann hefur ekki rétt á að ráða málaliða her og lýsa yfir stríði gegn einhverjum Sessa má ekki fara á eigin forsendum út í Gallíu og höggva mann og annan það er ólulegt en ef að senatið veitir löggildinguna þá er það í leið og þetta er auðvitað eitthvað sem hefur alltaf gilt og gildir enn Já, og þá sjáum við til þess öryggisráð Sameinuðu þjóðanna náttúrulega ekkert annað en afleiðing þessara þróunar Já og ennfremur þá verður að vera réttlát ástæða
og það eru þetta alltaf umdelanlegt síðan hvað er réttlátt ástæða, en það getur til dæmis verið að stoppa til dæmis árás og stríð. Já. Þetta náttúrulega túlkunaratriði sko. Og þú veist, það getur alveg verið eitthvað sem að Tómasi fannst vera réttlátt sem kannski okkur finnst ekki réttlátt eða eitthvað sem að George Bush finnst réttlátt sem að okkur finnst ekki réttlátt eða jöfnvel eitthvað sem að Napoleon finnst vera réttlátt ástæða til þess að fara í stríð finnst kannski Bretum og Austurríkismönnum ekki vera réttlátt ástæða. Já. Þetta kemur alltaf inn sáþáttur, en engu síðu getur við samt verið sammála að í mjög mörgum dæmum það er mörg dæmi þar sem maður getur verið nokkuð sammála það, en það mun samt alltaf verið með eitthvað svona grá svæði. Já. Eins og bara til dæmis að við tökum Falklandseyjar. Já. Jú, Argentínumenn færa rök fyrir að þeir eigi tilkall til eyjunar og Falklandseyjar eiga tilheyra þeim, en samt það búa bara Bretar þarna og eyjurnar hafa tilheyrt Bretlandi yfir lengri tíma og að það væru frjálsar kosningar þá myndu þér alltaf kjósa Bretland. Einmitt. Þannig að jú, það er nú í staðins komið umræðina núna. Varstu búin að sjá það? Já, hirti eitthvað aðeins af því. Þeir voru byrjaðir að hóta því eitthvað og kveiknuðu einhverjar viðvörunarbjöllur í London. Já. Yfir því að Argentínumenn með amerískum stuðningi voru eitthvað fannir að tala þetta aftur. Já. Náttúrulega ef Argentínumenn myndu taka eyjarnar aftur svo gegn Falklandsstríðinu, náttúrulega myndu Bretar ekki geta tekið það tilbaka. Nei. Það liggur alveg fyrir sko. Þeir hafa ekki flota bólmagn til þess að taka eyjarnar aftur eða missa þær. Ertu að meina að breski flotinn sé í svo verra ástandi heldur en að var á 1982? Já. Hann í breski flottinu gjörsamlega í mólum, þannig að Churchill og stjórnandi fyrir tíma myndi sjá stöðuna á breska flottarum í dag sko, þá myndi þið fara beint aftur í gröfuna. Fara beint aftur í þetta getur maður að sé kannski svona í stærri myndinni með svona þjóðaröryggisstefnu Bandaríkjanna til dæmis að fókusera á Ameríku, að þú veist að þeir vilja stjórna Grænlandi og svo eru konar sprungur í the special relationship við Breta sko, og Argentínumenn eru bandamenn nú er þetta stjórnvalda í Bandaríkjunum og svona. Þannig að þetta passar alltaf þetta inn í hugmyndinum það Monroe-kenninguna að evrópsk nýlenduveldi ekki að vera í Ameríku. Einmitt. En allavega síðan alltaf þetta þriðja atriði sem þá þú veist, hvað við kallaði kannski réttur vilji. Sem sagt að þú ert með það þá réttur aðili, þú ert með réttláta ástæðu og svo ert með réttan vilja líka til þess að há stríðið. Það þýðir þá að þú getur ekki vilja fara út í stríð í þeim tilgangi að hefna. Nei. Eða að niðurlægja og brjóta á bak aftur og níðast á andstæðingum þínum eða út af persónulegu metnaði. Með vilji þá meina kannski frekar ásetningur. Já, til dæmis, ásetningur. Það voru réttur ásetningur. Réttlátur ásetningur. Til dæmis. Og það er kannski ekki alveg að sama ástæða og ásetningur. Nei, það er réttu þér. Eins og þau segir á ensku sko, just cause og right intention. Einmitt. Réttlátt ástæða og réttur ásetningur. Þetta eru tvö mismunandi hlutir. Það er alveg rétt og ef við ætlum að nota dæmi þetta þá er það til dæmis þannig núna á Gazastríðinu. Ísraelsríki hefur gert það með vilja, það hefur verið ásetningur Ísraelsmanna að sprengja eins mikið og geta í Gaza til þess að hrekja Palestínumenn frá landsvæðum og það er eins svolítið það sem þeir að gera núna eins og Suður-Líbanon. Það er ásetningur að hrekja eins marga íbúa Suður-Líbanon svo hægt úr landinu og þá náttúrulega samkvæmt Thomas Aquinas það náttúrulega óréttlátt stríð. En þetta er náttúrulega grundvallaratriðið í hugmynd, hvað sem í debattinum það hvort þetta sé þjóðamorð þarna á Gaza af því það eru auðvitað mjög margir sem eru ósammála því. Já. Þó að það sé búið að koma með það frá Sameinuðu þjóðunum þá auðvitað eru alveg greiðlega margir sem að myndu hafna því. Já, margir og þá er það einmitt byggt á þessu með ásetningin sko. Já, það er búið að drepa 20.000 manns
en það var ekki viljandi til þess að drepa þá, segja þeir stuðningsmenn Ísrael einmitt en svo áttur á bóti auðvitað það náttúrulega efni í heilan þátt en þá náttúrulega eru mjög sterkir kraftar í Ísraelsríki sem eru við völd núna sem vilja og dreymir stór Ísraelsríki sem nær þá yfir allt Gaza, Suður Líbanon jafnvel hluta af Jórdaníu, allan Vesturbakkann og samkvæmt Biblíunni, Gamla testamentinu og það er náttúrulega Gamla testamenti sem grundvallar réttlætingin fyrir tilveru Ísraels, alveg saman hvort maður sé trúaður eða ekki og vel að merkja, ég líti ekki sem svo á að Ísraelsmenn hafi sérstakt tilkall til þessa lands 48 og það hafi verið mistök að stofna þetta ríki á sínum tíma þó það hafi verið skiljanlegt að menn gerðu það en engu að síður, þú veist, það er Gamla testamenti sem grunnurinn og ef þú lest Gamla testamentið þá stendur þar að Guð hafi gefið Ísraelsmönnum landið allt frá Níl í vestri til Efrat í austri og stór Ísraelsmenn þeim dreymir allt það landsvæð og það ekki raunhæft en innan þessa landsvæðis kannski raunhæft að dreyma Vesturbakkann, dreyma Gaza, dreyma suðurhluta Líbanons, kannski Jórdansdalinn Ísraelsríki náttúrulega hefur lagt undir sig heilmikið landsvæði með það hvernig ríkið leit út 48 og af hverju hafa þeir gert það þá náttúrulega vegna þess að þessi kraftar að keyra áfram ríkið algjörlega og mjög viðkvæmt að ræða allt þetta maður þarf að passa sig mjög sérstaklega þetta en það mikla tilfinningar sem koma hérna inn í þetta og væri þetta áhugavert kannski að tala meir það en allavega, þú veist, réttur ásetningur skiptir miklu máli og algjör grundvallar atriði en svo þetta en síðan finnst mér svo áhugavert með þetta þegar til dæmis það er eitt stríð sem ég held að sé bara eitt stríð sem Bandaríkjamenn hafa byrjað þar sem voru í raun og veru engir svona heimsvalda hagsmunir og það var Operation Restore Hope í Sómalíu alveg rétt, þeir sendu þarna Black Hawk Down þyrlur, Black Hawk Down, og þar mistu þeir, ég man ekki hvað dóu margir í þar, voru 14 manns eða eitthvað og þá gáðast þeir upp eða þá dróðu þeir sig út og hættu því þá sér maður náttúrulega líka vandamálin við það að há þessi hvað við kallaðum göfugu réttlátu stríð og þá er líka sem við erum búin að tala þessi túlkunaratriði en allavega, og við getum sagt auðvitað með Thomas Aquinas, þá komin svona þessi grundvallaratriði og það er auðvitað síðan eitthvað sem litar sögunum frá þessu en þau eru ennþá að tala þetta það verður að vera lögmætur aðili sem lýsir yfir stríði það verður að vera einhvers konar góð ástæði fyrir stríðinu og þú er að reyna að hafa eitthvað svona göfum markmið og þetta er lemast eitthvað sem litur orðræðinu til dag Afganistan þátt að byggja upp lýðræðisríki þar mannréttindi og mannúð og slíkt Írak líka Írak átt að verða lýðræðisríki og svo dominó áhrifin og síðan átti Sýrlanda fall að verða lýðræðisríki og lýðræði átt að dreifast út göfu markmið sem síðan virka ekki raunveruleika. En þetta eru náttúrulega þetta eru þessi vestræni skóli eða hvað við segja, þessi vestræna hugmyndasaga og heimspeki hefð sem að þú veist sem að við erum að ræða núna sem leiðir að þessum skóla í alþjóðastjórnmálum sem við töluðum í síðasta þætti sem er frjálshyggjan og kannski vissuleiti þá er þetta náttúrulega vestrænt fyrirbrigði skilur þetta er í okkar vestrænu pólitíska kúltúr þannig að þú veist hugmyndin að þú veist fara í stríð til að koma á lýðræði eða til að koma á kristni eða til að koma einhver göfu markmið sem einhverjum vestrænum stríðsherra á hvaða tímabili sem myndi láta sér þetta í hug sko. En svo áttur á móti höfum við vestrið þetta endurskapaði eða restina af heiminum í sinni mynd að til dæmis ef við berum hugmyndunum réttlætt stríð í vestrinu eða bara í alþjóðasamfélagi í dag saman við til dæmis Íslam og í Íslam er þetta mjög einfalt þú ert sem þetta með Daras Íslam sem þá bara hús Íslams Íslam eru hinir undirgefnu sem eru
fylgjendur Múhameðs eða trú á Allah og fylgja Múhameð sem spámanni hans og svo ertu með Dar al-Harb sem bara hús stríðsins það þýðir já, það tvískipting það bara allt fyrir utan já, það bara allt fyrir utan þannig að þú alltaf rétt á að fara í stríð við þá sem ekki tilheyra Íslam og það alltaf stór hluti af því sem alltaf ýttu undir úttænslunni það alltaf var mikill hvati og svo alltaf eru skýra reglur hvað gildir í stríði og þú fullan rétt auðvitað að hneppa í ánauð og selja andstæðinga þína og leggja undir í landið og eitthvað slíkt og þessi hugmyndi náttúrulega gjörsamlega á skjön auðvitað við okkar hugmyndur hvað réttlátt stríð og auðvitað gjörsamlega á skjön við alþjóða hugmyndur hvað réttlátt stríð vegna þess að náttúrulega við í Evrópu í vestrinu sem hefur náttúrulega búið til paradigma, búið til grundvallar hugmyndur hvað réttlátt stríð sem stýrir sér öllum heiminum. En hvernig þetta í Kína? Kína náttúrulega auðvitað það sem að svona með það sem að skilur á Kína auðvitað að það alltaf með keisaradæmið sem eitt og þessi náttúrulegu landamæri þess og svo ertu með barbarana fyrir utan. Í Kína það náttúrulega grundvallar hugmyndin í konfúsíismannum að sonur ber virðingu og fylgir föður sínum faðurinn auðvitað fylgir sínum föður og allt þetta og öll stjórnskipunin byggist á fjölskyldunni þar sem að hinn lægsti, hvað við að segja bjúrokrati þá í ákveðinu svona sonur feðrahlutverki gagnvart á sínum undirsátum allt upp til keisarans sem í raun þá bara stærsti pabbinn það faðirinn sem stýrir þessu öllu og það á að vera svona harmóni, þú veist, það á að vera þá vera samkennd og það á að vera góð samskipti á milli allra og þetta á að ganga svona vel fyrir sig vegna þess að það alveg skýr góggunaröð og skýrt hierarki. Já. Þannig að hugmyndi þeirra stríð jú að það á ekki vera stríð. Það á skjön náttúrulega við hvað við að segja þessa löggildingu að ofan frá himnum þar sem það á auðvitað þá vera friður þar sem allir eru í þessu sambandi, þú veist tengdadótturin hlýðir tengdamóður sinni og heldur algjörlega kjafti og gerir nákvæmlega sem hún segir hann að gera elsti bróðir stýrir auðvitað yngri bræðurum og strákarnir eru algjörlega undirgefnir pappa sínum það er alltaf ekki tilvíðinlega með að þú ert með þetta kátá í Kína þar sem að þú hneigir þig með því að þú fer niður á hnén og leggur ennið á gólfið algjör því líka undirlægi háttur myndi ég kalla þetta svo gjörsamlega á skjön við okkar samfélag sem að frjálsir menn haga sér ekki svona. Nei, líka svona mást ekki þegar Alexander fór að fá svona dellu siðir sem hann gentist í Persíu beða hersöðingina sínum að hneigja sér svona onni í jörðina og kissa tætnar á sér og svona þeim. Allt þetta, það fór illa onni þá sko. Það fór mjög illa onni því þetta hefur verið svo skjön við okkar hugmyndir í vestrinu samanber það eins og horfum bara á germönsku barbarana þeir kusu konung kannski og konungshillin fór síðan fram á þann hátt að konungunum var tekin upp á skjöld og skjöldunum þá á herðum hermannana og síðan lyft upp og það var ekki þannig að hermennir voru beygja sig og bukta fyrir konungnum. Nei. Og þú valdir kannski þinn konung þetta alltaf hugmyndin svona gjörsamlega skjön við konfúsíismann þar sem þetta á alltaf vera svona þetta alltaf best í hug auðvitað orðið harmoni, ég nota það svo mikið hvað myndu að kalla það á íslensku samhljómur, samhljómur getur maður kannski notað já, sátt náttúrulega líka rosa gott orð að það sé sátt á milli kynslóðana og milli allra, þess vegna til dæmis inntökuprófin til að komast inn í embættismannakerfið náttúrulega góð birtingamind þessara hugmyndar í Kína hvernig það á að vera sátt í samfélaginu, já í Kína að þú setur próf sem allir geta tekið og það alveg sama lægsti bændasonur til ríkasta aðalsmaður, allir geta tekið inntökuprófið. Nú ertu að tala keisara Kína já, það var allt þetta var þannig í mörg hundur ár en auðvitað náttúrulega þeir sem voru ríkir það var náttúrulega betri möguleika vegna þess að þeir höfðu efni á því að ráða kennara og höfðu efni á því að strákarnir myndu bara að lesa fyrir inntökuprófið en engu að síður á samt opið fyrir alla og það til þess að líka íti undir en samhljóm og rólegheit í samfélaginu en náttúrulega Kínverjar auðvitað voru ekki uppteknir af hvað að segja árás og stríði almennt, ég heldur getur alveg sagt það því kínversku keisararnir notuðu það mjög mikið að borga til dæmis frekar
börburunum greiða frekar í gull og silfri og silki og slíkt og þannig kaupa sér frið en að kalla út í her og ráða staða og berjast og þá náttúrulega þetta líka ástæð auðvitað fyrir því okkur Kínverjar kannski samfélag sem hefur fallið oft í hendur barbara vegna þess að koma þessi herskáu þjóðir úr norðri og austri og leggja sér undir sig Kína nákvæmlega og svo gerast þið Kínverjar En aftur til Evrópu og miðalda við erum á hámiðaldum það Thomas Aquinas búin að setja fram hugmyndina og svona formalisera svolítið þessar eldri hugmyndir réttlátt stríð það þarf að vera góður ásetningur og það þarf að vera réttlátt ástæða og það þarf að koma frá réttum löggildu valdi en síðan gerist það svolítið þarna að við fáum nýtt hvað við segja, nýja breytu inn í þetta sem eru krossferðirnar og heilagt stríð gegn heiðingjum krossferðirnar auðvitað voru settar þannig fram eins og við munum til þess að miðla ofbeldi á milli kristinna stríðsherra út á við til orðustu við heiðingja í krossferðunum var sagt þú ferð ef þú drepur kristinn mann þá ertu syndur og ferð til helvítis en ef þú drepur heiðingja í krossferð þá ferð ekki bara undan þá frá morðinu heldur ertu þetta líka ferð synda aflaust fyrir aðrar syndir og ferð til himna og þetta auðvitað ekki bara í heilu London þetta náttúrulega líka á Íberju og það breytist alveg svolítið hvernig menn heiastríð líka svolítið sem menn hafa talað á Íberju auðvitað að þegar að hugmyndin heilagt stríð og krossferðirnar koma inn í það ástand sem að hafi verið margar aldir á undan að það breytist svolítið svona formstríðsins það verður meira heift í því og svona við tölum þetta þegar við ræddum rekonkista mástu þess að maður segja áður fyrir höfðum en verið meira svona gentleman í stríðuna því þið vissu það að þeir getur verið teknir fanga seinna og svona þetta var svona þetta intensifiserast aðeins með heilaga stríðinu og við getum alveg sagt að Ágústínus hefði öllu líkundu verið á móti því að tala heilagt stríð hann hefði ekki gengið svo langt en þetta samt áhugavert að sjá þetta hvernig hugmyndir þetta breytast með tíð og tíma en það samt líka mikilvægt að gera sig grein fyrir því þetta fyrsta krossferðin hún passar alveg inn í þessa hugmynd réttlátt stríð ef þú dæmir að sem svo að hver lýsir yfir stríðinu? Jú, páfinn Páfinn náttúrulega hefur ákveðna löggildingu og ákveðið vald það sérstaklega að tala á hámiðöldum enn fremur hver var ástæðan fyrir að lýsa yfir þessu stríði? Jú, það var búið að loka á pílagrímsleiðirnar til heilalandsins, til Jerúsalem Tyrkir voru mikið að berja á kristnum mönnum og pílagrímum sem reyna að fara þarna fólk var tekið til fanga og selt í ánauð og slíkt og þetta líka taka aftur lönd sem að höfðu verið tekin af Austur-Rómverska ríkinu sem voru kristin en þá töluvert að kristnum mönnum þarna þannig að þú gast fært rök fyrir því þetta var varnarstríð enn fremur þar sem að annar löggiltur aðili keisarin keisar Rómaveldis bað stuðning keisarin Konstantinópel og enn fremur það hver var ásetningurinn? Jú, ásetningurinn var auðvitað ekki að leggja undir sig lendur eða fyrir botni Miðjarðarhafs þó að eins og við tölum í fyrstu krossferðinni það endaði sem svo hjá sumum aðilum en það var ekki ásetningurinn til þess að byrja með ásetningurinn var að halda út þetta varnarstríð og endurheimta töpuð lönd og opna pílagrímsleiðina og verja síðan pílagríma en maður getur alveg fært rök fyrir því að fyrsta krossferðin sérstaklega hafi verið réttlætt stríð út frá bæði hugmyndum Ágústínusar og Tómasar Aquinas en svo auðvitað fjórða krossferðinu var það alls ekki og svo þyrfti maður að fara auðvitað yfir hverja krossferð fyrir sig en eins og við sáum líka í þættinum þýsku riddarregluna þá sjáum við líka hvernig stríð þar
meira á gráusvæði en sérstaklega eins og stríðin voru hann undir lokið sem þetta voru orðin einhvers konar svona manndómsvíkslur eða svona stríðisferðamennska þá alltaf var það komið gjörsamlega út fyrir þessi mörk og algjörlega skjön við það er kallað réttlátt stríð en alltaf sérstaklega þetta heilagt stríð er sérstakt en við sjáum það þetta í ofbeldissamfélagi miðalda og kristindómur undir stuðum árósum þróar þessa hugmynd hægt og rólega að stríði geti verið heilagt en það er samt grundvallaratriði það er kannski sérstakt að heyra það en það er samt hugmyndin þetta líka svo að það er samt hinn kristni kærleikur sem á að liggja á bakvið þetta því í heilugu stríði þú ert ekki að berjast fyrir sjálfan þú ert að berjast fyrir náungan, þú ert að berjast fyrir aðra þú ert í varnarstríði og þetta er eitthvað sem við heyrum náttúrulega enn þann dag í dag þú ert að berjast fyrir konurnar í Afganistan þú ert að berjast fyrir börnin í Írak eða hvað það er og svo sjáum við þetta líka þetta hræsnin og hvernig það nota þetta allan hátt að já, við tölum ekki svona sem við hefum talað Gaza eða Suður Líbanon En töluðu við ekki það líka þegar við vorum að ræða krossferðir að þeir komist náttúrulega í kynni við Íslam náttúrulega ekkit endilega bara í krossferðunum heldur líka bara fram að krossferðunum þar sem að náttúrulega hugmyndin heila stríð ekkit ný hugmynd jihad auðvitað þess að þú sagðir hús stríðsins og allt það þá kannski hafa kannski þessi tveir hugmyndaheimar áhrif á hvern annan og það kannski, þú veist, ef annar aðilinn hvort sem í heilugu stríði og þá hjálpar það til við að sko peppa upp hugmyndina kristið heilagt stríð það sem að gilda aðra reglur og meira brutality og svona það er alltaf mjög góð spurning, ég þekki það ekki það var áhugavert að kynna sér það hvaða áhrif það hefur mögulega haft það því að auðvitað þegar krossfararnir að berjast þarna fyrir botnið Miðjarðarhafs auðvitað komast þeir í kynni við þessar hugmyndir jihad og þessa baráttu sem náttúrulega gegnum sýrir Íslam og þegar ég segi gegnum sýrir Íslam þá náttúrulega við að þessi barátta er allt frá baráttu einstaklingsins bara gegn syndinni og allt til baráttu einstaklingsins við líka þá barbara og heiðingja það er náttúrulega jihad þýðir náttúrulega svo mikið meira heldur en bara þetta hryðjuverka jihad sem flesti tengja það við því jihad náttúrulega þýðir bara barátta og það er líka á við náttúrulega bara innri baráttan almennt baráttan við sína eigin innri djöfla já, til dæmis bara, halda sér frá svínakjöti eða halda sér frá alkóhóli eða, þú veist, að vera góður maður, þú veist, að borga sinn hluta til í fátækra aðstóð og ölmusan og svona, þú veist, allt er þetta jihad já en síðan að því við erum að tala svo mikið guðfræði náttúrulega, líka þetta tala með mikið og það minnst það sérstaklega áhvert fyrirbríði það náttúrulega voru miklar guðfræðilega deilur til dæmis á Spáni í tengslum við nýlendurnar þar sem það allir voru mikilvægur umræður frá þessu stað stöðu Indíána, hvort að Indíánar hefðu sál eða ekki og það hefði áhrif á það hvort það væri lögmætt að hneppa þá í ánauðu eða ekki og einhverjum finnst kannski sérstakt að hugsa til þess en sannleikur náttúrulega sá að það hefur aldrei verið manninum eðlislegt að horfa á náunga sinn og líta á hann sem jafningja sinn það náttúrulega einstakt í mannkynssögun að það hefur komið fram hugmynd að við séum öll jöfn og að öll höfu einhver grundvallar réttindi þú veist, þú finnur ekki þessa hugmynd hjá norrænum mönnum eða hjá Grikkjum og Rómverjum eða hjá hindúistum eða búddistum þannig að það voru mikla svona guðfræðilegar rökræður sem var nefnilega áhugavert að gera þáttum en ég svo finnum mér sátt að við getum alveg hoppað hans yfir þetta og farið þá meira í sko hann Grotius, Hugo Grotius því það sem hann gerir síðan þá á nýöld og hann alveg grundvallar atriði í þessum alþjóðarétti því hann svo kannski svona sá mikilvægasti hvað það við kemur að skilja Guð og Guðfræðina frá þessu að hann vill festa réttin, alþjóðalögin í náttúrulegum lögum eða náttúruréttinum og í þá náttúrulega afhelguðum lögum en það sem svona áhugavert auðvitað að hann auðvitað bara kasta Guði til hliðar og segi í staðin fyrir Guða þá það náttúrurétturinn auðvitað það mikið einföldun hjá mér þegar ég segi það en engu að síðu þá þetta náttúrulega svona þessi hugmyndarlega hugmyndasagan á bakveðinu auðvitað Tómas Aquinas og Ágústínus og allir þeir en hann auðvitað
klífur þetta frá. Hvenær hann að skrifa? Ekki á 17. öld, ef maður rétt 1600 eitthvað Google og eins hann náttúrulega að tala þetta þessa skynsemi mannsins. Já, hann er á 17. öld, Já. Hann fættur og reyndar á 1583 Já. Og hann er náttúrulega svona alveg grundvallar mjög mikilvægur í sögu þetta alþjóðaréttar og Grotius, nafn sem oft kemur fram. Og svo náttúrulega þetta líka svona hugmyndasögulega séðu þetta menni sem Martin Luther og Calvin sem hafa náttúrulega líka feiki áhrif á hugmyndir manna réttlátt stríð. Og Martin Luther til dæmis er einn af þeim mönnum sem hafa haft einna mest áhrif á söguna. En hvaða áhrif kemur hann með í hugmyndunum réttlátt stríð? Hann til dæmis heldur í fram að hermaðurinn geti algjörlega tekið þátt í hernaði ef það er lögmætt stjórnvöld sem hann lýsti í stríðinu og það getur alveg verið réttlátt þjónusta af hendi hermannsins að berjast og jafnvel drepa og hann hafi fullan rétt sem kristinn maður að taka þátt í stríði og geti gert það sem góðu kristinn maður. Það er gjörsamlega skjön við réttrúnaðarkirkjuna. Kirkjufeðurnir til dæmis, held að Basil mikli til dæmis, hann talaði fyrir því að hermaður sem hefur drepið í stríði þó sé vardarstir og réttlátt stríð, hann getur ekki gengið til altaris í 3 ár eftir á. Og réttrúnaðarkirkjan, austurkirkjan, hún á sér engar hugmyndur réttlátt stríð. Stríð er alltaf synd, stríð er alltaf að finna illa og í besta falli getur það verið ílska sem hún verður að þola eða samþykja að takmörkuðu leyti til þess að koma í veg fyrir stærri órétt og stærri synd. En það getur aldrei verið gott. Hvernig hefur þó keisarunum í Austrinu tekist að fá fólk með sér í lið til þess að heyja stríð eða er það ekki kirkjuna með? Það er náttúrulega raunveruleikin er alltaf svo mikið flóknar en svo. Þetta er svo til dæmis að lest til dæmis í Nýja testamentinu, náttúrulega Jesú segir náttúrulega hvergi að þú getur beitt stríði og hernaði og drápum og slíkt þvert á móti. Hann segir þú skalt elska óvinnin, þú ert að snúa hinni kinninni og þú átt að vera fríðarsinni þannig séð, en svo náttúrulega þú lifir í heimi sem er fallinn ef við ætlum að nota guðfræðileg hugtök sem náttúrulega er syndugur og spiltur, þá hafa menn í frammi fyrir raunveruleikanum hvað við segja myndum þessi hugmyndir sem það þurft að sætta sig við ýmislegt svona stríð og hrylling. Og eins og þetta þá með kirkjuna eða svo austurkirkjuna, auðvitað í raunveruleikanum hafa auðvitað biskupar stutt hinn og þennan hernaðinn, en þá hafa menn geta samt fært rök fyrir því eins og til dæmis ímyndum það allir með þessar efni sem er mjög mikið til þess að tala um eitthvað tjúman hvað þarna ottómanarnir gengu virkilega hart fram á Balkanskaga og hvaða var framörg ódæði þar, ræna börnum og þræla kerfið og allt slíkt. Þannig að það var þetta fyrir kirkjuna var alltaf að færa rök fyrir því að þegar rússneska keisaradæmið var að berja á ottómanum að leggja undir sig þeirra lendur, þannig að var verið að frelsa kristna menn undan gífurlegu oki. Og það er alltaf eins í dag handlinn með Kirill, patriarkinn í Moskvu, hann styður stríðið gegn Úkraínu ákveðin hátt, hann passar sig mjög á því hvað hann segir og það er mjög áhugavert, hann er mjög diplomatískur og fyrir mjög varlega í það hvað hann segir. Þetta er það mikill munur á austurkirkjunu og okkar kirkju og Lútherliðins gengur mjög langt í að samþykja hermannin, ef við notum kannski það orð. Það sem hefur alltaf verið með austurkirkjunu svo í Rússlandi og svona auðvitað og í austurnorsku ríkinu og hún hefur alltaf verið undir keisaran sett. Svo það náttúrulega líka annað atriði. En það er alltaf ekki tilvíðinu að kirkjan náttúrulega er lítast og endurspeklur það samfélag sem kirkjan er í, bara rétt eins og að því að tala um svona friðarstefnu og friðarbóðskap Jesú, það sem er svo áhugavert ef þú lest til dæmis minnum að hvort sé ekki Heliót ljóðið sem er skrifað á saxnesku ef mann rétt
gömul þýsk málníska, þetta skrifað 900 eitthvað, ef maður rétt. Þar til dæmis ríður Jesú ekki inn í Jerúsalem á asna eða östnu eins og hann gerir í Nýja testamentinu, heldur á glæsilegum stríðsfák. Þar Jesú engin hvað kallað svona friðarræfill. Þar hann glæsilegu saxneskur stríðskonungur. Já, eins og krúsifix elstu líkneskinn af Kristi á krossinum sem hafa fundist hérna á Norrlöndum, eins og Íslandi til dæmis. Já. Þar hann náttúrulega Kristur konungur. Algjörlega. Komin sem sigurvegari. Já. Sem búin að sigra. Einmitt. Og svo þetta sér maður það hvernig myndmálið eða hvernig myndin af honum í gegnum miðaldir og fram að síðaskiptið þetta verður alltaf svona veikburðar og aumingjalegri á krossinum sko. Já, þannig til að nær hámarkinu sínu með á 17. öldinni það var alltaf bara alveg að drepast kall greið á myndunum sko. Þannig að auðvitað hefur samfélagi og samfélagsgerðin alltaf heilmikið áhrif á kristninu, en auðvitað kristin líka heilmikið á samfélagsgerðinu. Þetta getur sagt auðvitað að það sé svolítið svona synergía ef ég á sletta hérna á grísku. Það sem bæði auðvitað hafa áhrif á hvort annað. En sem ég getur líka nefnt í náttúrulega Lúther, eina megin hugmyndur Lúthers auðvitað þessi tveggjaríkjakenningin. Það þetta ríkisvaldið sem lögmætt ríkisvald og svo náttúrulega kirkjan. Og kirkjan ágætt að vera að blanda sér í það sem ríkisvaldsins og ríkið eða það sem ríkisins og ríkið á að sjá lög og reglur til dæmis og það mikilvægt að sé lög og reglur. Það sannlega með skrifaði Lúther gegn bænda uppreisnunum sem komu í kjölfar síðaskiptana og skrifaði mjög hattramlega gegn þeim vegna þess að það alltaf var óstjórn sem maður vildi ekki sjá. Og þetta auðvitað síðan verið rakið allt fram þá síðan til nasismans og hluta því okkur lútersku kirkjurnar voru svona undirgefnar við nasista. Einmitt, já. Þetta áhugavert. Tveggjaríkjakenningin. Já. Þannig að Lúther hefur verið mjög mikið gagnrýnn í sögun, en það eins með hann eins og með marga aðra, var mjög flókin einstaklingur og það alltaf margt gott að segja Lúther líka til dæmis talaði það þegar hann var að hengja upp bleiur af börnunum sínum, að það var það alls ekki eitthvað sem hann skammaðist sín fyrir. Þetta var hann stoltur af því að taka þátt í heimilisverkunum sem náttúrulega var mjög á skjön við hans samtíma, þess að náttúrulega var ekki karla hlutverk að vera að hengja upp af börnunum. En síðan nú svo kemur náttúrulega koma næstu aldir með upplýsingu og öðrum áherslum í heimspekinni. Já. Svo getur sagt bara svona stuttumáli, ég bara skýti inn að Guði þá náttúrulega skipt út þá fyrir náttúruréttin og fyrir skynsemina. Já. En síðan það sem mjög svo áhugavert þetta að skynsemin og allt þetta upplýsingin og allt þetta, hvað skynsemin? Það bara mjög svo háð því samfélagi sem þú ert í og það enga veginn eitthvað algilt sama skynsemin fyrir alla, það alls ekki til. Nei. Þannig að þá sjáum við þessar hugmyndi þróast út í svona þá mynd sem við þekkjum í dag auðvitað. Já. Með mannréttindi og svo auðvitað kemur náttúrulega þetta mikla regluverk á 20-öldinni hvernig ríki eiga að haga sér og hvernig hermenn eiga að haga sér. Og hér erum við í dag með alþjóðarétt og alþjóðalög og eins og við tölum í síðasta þætti að þú veist stríð gerast, það ekki hægt að koma í veg fyrir þau en það einhvern veginn alltaf þessar sögur sem við segjum til þess að réttlæta þau og hér þetta náttúrulega grundvallaratriði í hugmyndaheimi frjálshyggjumanna eða idealista það sé til góð ástæði til að fara í stríð og það sé til vond ástæði til að fara í stríð og þess vegna þurfum við að stoppa þá sem að fara í ólögleg stríð og við byggjum auðvitað svo mikið á hugmyndunum hvað við segja á reynslunni eins og með Hitler til dæmis, þú veist, hann kemur upp aftur og aftur í formi Nasser eða Saddam Hussein eða Putin eða Milosevic það sem að það réttlátt stríð versus óréttlátt stríð það það
Og svo erum við alltaf endalaust að díla við, hvað við segja, þessar fornu hugmyndir, sérstaklega kannski alltaf aftur til Ágústínusar, því til dæmis líka réttlæti, að það er svo mikið talað um réttlæti, þú veist, hvað er það? Ágústínus til dæmis talaði mikið um það og hann hélt til dæmis fram að það var ekki tilneitt fullkomið réttlæti í okkar heimi. Réttlæti væri aðeins guðlegt þá á síðan hinnum síðustu dögum þegar að undir dómnum þá myndi við endanlega vera komið á okkur fullkomlega réttlæti en það var ekki hægt á okkar tímum og það er alltaf fyrir þá til dæmis að hann var alfarið á móti því að það var sett að búa til einhver svona útópíur þá sjáum við það til dæmis að hann er alltaf skjön þá við Rousseau og Marx eða hvað þá bara okkar samtíma sem verður að tala um allavega réttlæti félagslegt réttlæti eða umhverfislega réttlæti eða hvað það er Já og jú, þetta er þetta auka það kannski einhverju liti en að þú getur búið til einhver fullkomið réttlæti, fullkomlega réttlátt samfélag eitthvað sem hann hélt fram að væri ekki hægt. Alltaf réttlæti fyrir einn verður kannski óréttlæti fyrir annan. Já, það getur flott orðið það. Og þetta er það sem við endalaust að glíma við þetta í samfélaginu, til dæmis hvað er réttlátt og hvað ekki og þá ætla að sjóða það saman þetta í stríði. En það er eitt sem að ég er að spá í sambandi við realisman og idealisman. Já. Og réttlátt stríð og þessar hugmyndir allar sem við verðum að ræða núna á því að sko þú hefur sagt að þú sagðir hérna í upphafi síðasta þáttur að þú væri realisti og þú aðheldist realisma sem svona kenningafræðilegt módel til að skilja heiminn og ég held að það sé alveg mjög nýtsamlegt verkfæri en á sama tíma sko getur maður verið realisti ef maður er sko ef maður er svona partisan ef mér leiði mér að komast þannig orðið sko bæði meðlumur í kirkjunni sko og meðlumur í norska hernum verður maður eiginlega ekki bara að vera idealisti ef maður ætlar að vera í þessu hlutverki Ég hugsa sem svo að þú eru að skilja með þess hvernig heimurinn er og hvernig þú vilt að heimurinn sé Já Það er grundvallaratriði Einmitt og þegar ég er þá að horfa á það að reyna að skilja hvernig er heimurinn Já. Þá er ég realisti vegna þess og það er auðvitað sem að realistar segja þetta sjálfur þeir eru auðvitað ekki að segja hvernig heimurinn á að vera heldur hvernig heimurinn er Já og fyrir mitt leyti þá fer það saman með fallin heim Já Það sem er stríð og glæpir og allan hryllingur en svo er þetta ekki bara það en það er það sem er alltaf svo áhugavert auðvitað ef ég fer aðeins út í guðfræðina ef þú horfir á holdtekju Guðs í Jesú Kristi þá var Jesú þar sem að maðurinn var og þar sem var mest þjáning samanber það Jesú var ekki með þeim sem höfðu það best í samfélaginu hann var ekki með einhverjum svona þar sem það geta kallað millistétta fólk eða ríka fólkinu hann var með ólæsum fiskimönnum og vændiskonum og holdsveikum og slíku fólki hann var þar sem þjáningin var Einmitt. Og þetta er náttúrulega það sem við herprestarnir í hernum lítum á við erum ekki til þess að réttlæta stríðið við erum ekki til þess að hjálpa ríkisvaldinu að hvetja hermannin til þess að berjast Gott mitt úns, það stendur ekki gott mitt úns á beltisílgjónum í norska hernum Já, nákvæmlega, við erum ekki þar en við erum þarna fyrir hermannin til þess að reyna að koma með einhverja sko, hvað við kalla mennsku inn í stríðið minna á það að til eitthvað meira en bara morðin og drápin og limlestinningarnir og blóðsúthellingar þú skilur allir þessi hryllingur og það er saman sem útljós úkraínsku herprestarnir að gera það hafa núna 70 úkraínski herprestar fallið í stríðinu Já sem braust út og þeir náttúrulega þeirra starf felst í því að vera líka kalla ákveðin svona samviska í stríðinu og reyna að búa til eitthvað sem er eitthvað svona, það sem maður getur kallað eitthvað sem er eðlilegt innan óeðlilega stríðsins og þá eðlilegt í skilningi, bara mannleg samskipti að geta talað um allt vegna þess að hermaðurinn getur auðvitað ekki talað um allt við yfirmann sinn vegna þess að hermaðurinn auðvitað vill vera góður hermaður og sinna sinni skyldu, hann getur ekki talað um vafan sem hann finnur og er þetta réttlátt stríð sem við erum að heyja eða ekki við erum að tapa stríðinu eða hvað, erum við að vinna við erum samt alltaf að missa meira og meira land þú skilur ég geti trúið því að það sé kannski þá að það sem þú kannski segir að það er kannski algengur miskilingur líklegast þá að starf herpresta sé einhvern veginn að vera svo political kommissar
Já, algjörlega það ekki þannig að þeir séu Það ekki þannig, nei Það hefur verið vandamál fyrir eins og Úkraínu, það verður augrun sem þeir stóðu frammi fyrir, en það var þannig að það tók langa tíma að byggja upp þessa, ég veit ekki hvað myndi kalla svona herpresta þjónustu í úkraínska hernum, vegna þess að það var stalinismin og pólitísku kommissararnir og allt það litaði, en það sem samt áhugavert, ég get alveg nefnt það að úkraínski herinn hefur farið frá því að ég held að 80% voru á móti því að vera með herpresta á 10. áratugnum yfir í að núna geta þeir ekki fengið nógu mikið að þeim. Það bara er algjör viðsnúningur og algjör megin þóri hersins vill herpresta og það er verið að byggja upp þessa herpresta þjónustu alveg á fullu í Úkraínu. Það er mitt. Það er mjög áhugavert, en það er náttúrulega það er svo mikið þörf fyrir það. Já. Og flestir þeir eru þá rétt trúnaðar og svo stór minnlutahópur kaþólskra herpresta og það er vegna þess að kaþólska kirkjan í Úkraínu er svo sterk og vel skipulögð og hún er mikið betri skipulögð en réttrúnaðarkirkjan. Já, ég get alveg trúið því að það sé ekkert pláss fyrir raunsæjastefnu í stríði eða sérst á vígvöllunum eins og til dæmis þú getur sko það er auðvelt fyrir okkur eða John Mearsheimer eða eitthvað svona fræðimann í einhverjum sófa heima við Areneldin að sitja og þú veist stúdera landakortið og segja skilur Rússar eru að gera innrás í Úkraínu út af því að það eru þeirra öryggishagsmunir og þeir sjá sér ógnað frá vestrinu og þess vegna haga þeir sér vegna þess að ríki haga sér alltaf þannig því öryggishagsmunir trompa alltaf sem þetta var taflleikur í einhverju stórvelda brölti eitthvað svona. En þegar þú ert skiluru á vígvellinum og það er verið að ráðast á þig og það er bara verið að bomba þig eða eitthvað skiluru, þá verður maður að taka þátt í sögunni sem er sögð af því þá getur ekki setið og verið eitthvað að filosófera how states think, skilur hvað ég meina? Nei, skil gott við og þú ert að fara á mikilvægan hlut hér því það til dæmis líka hefur verið mikil hætta fyrir til dæmis herpresta sögulega séð og við höfum góð dæmi það eins og til dæmis í fyrri heimsstyrjöld þar sem að keisarinn og rússnesk yfirvöld gáfu skýrabót til kirkjunnar, þú veist, drulliði prestónum eitthvað fram á víluruna og hvetja til þess að berjast en þá aftur móti þegar var komið fram til 1917 og það var augljóst að stríðið var þannig sé tapað fyrir Rússland þá mistu prestarnir algjörlega alla löggildingu, allan trúverðuleika þeir voru bara orðin málgagn ríkisvaldsins það þarf auðvitað að passa sig á því en það er auðvitað alveg rétt hjá það líka að ætla að reyna að vera að tala þessar hagsmunir ríkja er náttúrulega ekki eitthvað sem upp á pallborðið en það sem er líka áhugavert að taka með er að hermenn berjast ekkert fyrir lýðræði og frelsi og eitthvað svona göfu markmiðum það sem hermenn berjast fyrir og þetta er að sem ég séð aftur þegar ég er að lesa og reyna að kynna mér af hverju menn að berjast þeir berjast bara fyrir náungan og þá er við hermannin sem við hliðin á þeim nákvæmlega það er svo einfalt, þú ert bara að berjast fyrir bræðu þína í skotgrúfunum einmitt það er þess vegna sem menn berjast einmitt og jú, þetta eins og í Úkraínu þetta líka verja heimilið þitt og fjölskyldur og allt þannig en fyrst og fremst það vart að berjast fyrir strákarum við hliðina þér það er þannig með eins og með bandaríska hermenn í Írak og Víetnam eða hvaða stríða er algjörlega, ef þú ert hluti af árásarhernum eins og það dæmi eða ef þú ert þjóðveri inn í Rússlandi eða ef þú ert rússi inn í Úkraínu þá ertu þetta líka í þeirri aðstöðu skilur að ég get ekki verið að spá í þessari pólitík hver hóf þetta stríð eða af hverju við erum þú veist, það er bara facts on the ground, skilur, ég er bara í skotgrunum með félagunum mínum og ég þarf bara að lifa af og einslega bandarska borgarastríð það verður rannsakað töluvert af hverju Suðuríkjahermenn börðust náttúrulega enginn þeirra sem barðist fyrir þrælahaldi eða endilega kannski sjálfstæði Suðuríkjan þannig sé þau bara berjast fyrir því þó náttúrulega síðan að verja þó bara sitt heimili þegar Norðuríkjaherinn ræðst inn og svo það sem hvetur til þess að berjast síðan í þessi 4 ár sem stríðið varði og þetta er nefnilega mjög áhugavert af hverju berjast hermenn af hverju eru tilbúnir að leggja á sig hryllilega byrðir og eins auðvitað með þýska hermannin í seinni heimsstyrjöld þetta er mjög áhugavert þetta eru eilífa spurningar og maður getur spurt sig af hverju er stríð
af hverju erum við með her best væri nú að við byggjum bara í heimið þess að væri bara alheims ríki sem myndi tryggja heimsfrið en þá væri það nú Ég kannski ósammála því en ég er sammála að það var best að vera heimsfriður en þá væri það nú kannski örugglega eitt stórt einræðisríki sem væri nú kannski ekkert skára Það er hættan En auðvitað var þetta best að geta hætt öllu þessi hernaðarbröldi og eitt peningunum í eitthvað skynsamlegra auðvitað sjálfsögðu En það er svo áhugavert ég held að séu allir sammála því en síðan sjáum við þessa öryggisbaráttu og maður þorir því ekki Já, og líka þú veist þú kannski setur í fótspor hver sem það er þegar þú ert orðin leiðtogi í stórveldi þá allt í einu stendur þú frammi fyrir bara allt öðrum veruleika heldur þú hefur þegar þú ert í kosningabaráttunni eða þegar þú situr hérna heima í sófanum og ert að spjalla algjörlega. Þú hefur þessa öryggishagsmuni og þú bara ert að spila eitthvað allt annan leik heldur en þú ert að gera hér heldur en við erum að gera hér í podcastinu Já, algjörlega og þá getur þú tekið ákvarðanir sem að hljóma óskynsamlega Og það er alltaf spurning síðan hvað liggur á baki sem maður veit ekki og það er náttúrulega það sem er allir áhugavert og við erum nú eftir að inshallah lífa það að eftir, ég veit ekki hvað 50 ár eða hvað það er að það opnist skjalasöfnin þannig að einhver liti allavega þannig að maður getur betur séð, þú veist, hvað var að gerast á bak við tjöldin hvað þá eftir 100 ár eða 200 ár Í Rússlandi? Já það er Þú veist, upp á það, þú veist, ok, af hverju þú veist, hvað var þessi styrði þessu þú veist, það er svo margt sem er út af hulið alltaf eins með Íranstríðið Já eða allir hvað er að Ég gerast myndi nú ekki hafa góðar vonir á því miður svo bara rússnesku skjalasöfnin voru lokuð þetta alla 20. öldina fyrir okkur svo kom þarna smágluggi það sem voru opin fræðimönnum, vestrænum og svo búið að loka þeim aftur og stór hluti að þessum rússnesku skjölum þetta voru heldur ekkit opin kannski stór hluti, ákveðin hluti að þeim í þessu forsetasafni aðna í Moskvu var ekki opin heldur á 10. áratunum ef mér skjálst ekki þannig að þetta er allt öðruvísi svona aðgengi heldur en hérna sem við erum með algjörlega, það er það en einhverja sé, við verðum áhvert að sjá líka náttúrulega bara þá skjálasöfnin í vestrinu þú veist hvað er að gerast til dæmis núna í Berlín og Washington og allt það held ég að sé líklega að við getum fórseta til Trump þetta verður stór áhugaverð þegar það opnast eftir einhver áratug það er líklega að það verði hægt sko nema að verði komin þriði heimstyrjöld sem gerir það verkum að öll rafræn skjalasöfn verða óaðgengileg þá munum við aldrei vita við erum kannski meira að hugsa kannski, en bara lífið það af að passa upp á geitundar okkar reynir rækti fyrir kartöflur ég veit Herru, látum þetta vera lokaorðin hér í hlaðvarpsskoðun í dag við þökkum fyrir okkur hér í dag og snúum aftur í næsta þætti af hlaðvarpinu og þá, ef mér skjóllast ekki, þá ætlum við að fara aðeins aftur í tíman ætlum aðeins að láta vera þessar umræður heimspeki og stjórnmálafræði og ræða aðeins meira hands-on sögu meira svona klassíst málefni þá getur næst verið sæl